Hello, Ég heiti Elsa ég heiti Jonni. og við erum sögukastið Við erum velkomin aftur. eftir mjög svo óplanaða pásu. Já, afsakið það er bara... Lífið er búið að vera... Lífið. Já, lífið er búið að vera lífið. Það er alveg bara þannig. En allána við erum back again. Vonandi ekki svona löng pása aftur. Ný. En já, bara því miður þá... Ég held líka sko bara ég ákvað að fara í mjög þungt mál. Já, það hjálpaði ekki. Það hjálpaði ekki. Nei. Ég er rosalega andlega búin eftir þetta mál. Já, algjörlega. Og já, svona til að útskýra mér að líka sem sagt, Þú fékkst þér- mína hlið. Já, þú fékkst þér basic vinnu í smástund. Já, ég er basically búin að vera ég er búin að skipta vinnu 2 bara á seinasta mánuði. Nei, þú fékkst allan 1,5. Já, fékkst vinnunir í Reykjavík. Já, Sem að, og við erum í Hafnarfirðinum já, ef fólk veit það ekki. og vinnutími var þannig að við gátum ekki tekið upp á virkum dögum. Nei, Og við heyrðum í bókasafninu og það var bara að þið geti ekki tekið upp neitt laugardag af því það er einhverju viðburður í gangi Já. hverja einustu helgi. já, og einmitt Þannig þannig að við í rauninu bara gátum ekki tekið upp. Nei, við varum svolítið skrút. Einmitt, það voru þannig tímar í hinni vinnu þar sem að ég bara bókstaflega gat ekki tekið upp á virkundegi. Já. Út af því að einmitt Það var 9 til 6. 10 til 6. Já, sumadaga 9. Já. En já, þannig að það var bara ómögulegt að taka upp. Já, því miður. En En já, það er í rauninni... það komið aðeins meira flexibility. Já, ég er komin í aðra vinnu sem er mun þægilegri upp á þetta að gera. Já, líka bara meira þægilegri. Já, bara punktur. En já, Já, við erum í rauninni bara... Já, svona að reyna að koma okkur aftur í gírinn, sko. Pínu, en til þess að koma okkur aftur í gírinn. þá erum við að fara í eitt þingsta mál sem við höfum tekið. Já, það, veist, er ekki best bara einmitt að hoppa í djúpulegina með fullt af lóðum og Já, mér líður eins og reyna að labba upp hinum einn, eða er það ekki hvernig þetta virkar? eins og þetta mál er mér kært af því ég hef haft mikinn áhuga á því mjög lengi og ég mitt komið til Pétursborgar og svona, það er mjög margt annað sem að já, ég hef haft áhuga á bara sem ég var pónsu lítil en þá vissi ég bara hluta af sögunni. Já, En þá er ég samt alveg frekar fegin að þetta sé búið af því að þetta er frekar mikið. já, þetta er það. Þetta er það 100%. Þannig að ef ekki bara slepp spurningu og hoppa beint í þetta. Það ekki bara. Í dag er og mér fannst ég vera komin í einhvern svona karakter í svona stund. Okay. Verið velkomin. Í dag er í raun fyrri hluti af 2 þáttum sem tengjast og tengjast ekki. Þú veist, það er í raun ekki hægt að segja frá bara öðru málinu Nei, en tæknilega sér gætirðu hlustað á seinni þáttin áður svo hlusta á Já. fyrri, ég veit ekki hvað ég er að segja. já, þú getur sem sagt hlustað á hvort þátt óháð því að hafa hlustað á hinn. Já, Já. en það er betra Já, já, 100%. heildamyndina 100%. að hlusta á bæði þess vegna ætla ég að taka þetta í 2 pörtum. En ekki svona samfleytum. Nei. Nei. Þá líka bara erum við að fara að vera inn í 4 klukkutíma að taka upp sko, Já, akkurat. að þetta er bæði í rauninni það stórt. Já. Í dag ætla ég allan að fara yfir aftökuna á síðustu Rómanov fjölskyldunni. En síðasta Rómanov fjölskyldan samanstóð af tsar Nikolási annars, eiginkonu hans Alexandru Fedorovna, 4 dætrum þeirra, þeim Olgu, Tatjanu, Maríu og Anastasíu. En einnig áttu þau svo soninn Alexei, sem þrátt fyrir að vera yngstur var erfingi krónunar og hann er betur þekktur sem Tsarevits. Ég held ég sé að byrja þetta rétt fram. Já, sem svona litli sar. Já, Já. pínur svona eins og Dauphin. Já, einmitt. Já, þetta er skrifað, já, T-S-A-R-E-V-I-C-H. Tsarevits. Tsarevich, myndi ég halda. Já. Já,
Við erum ekki svona rússnesku nölar sko. þannig að ég bara byggðist afsökunar. Nikolai Aleksandrovits Romanov tók við krúnunni sem keisari Rússlands árið 1894 og síðan þá betur þekktur sem Nikolás annar. Stuttu síðar giftist hann þýskri prinsessu að nafni Alex of Hesse sem síðar tók upp nafnið Alexandra Fedorovna. Árið 1895 kom fyrsta barn þeirra hjóna í heiminn en það var hún Grand Duchess Olga Nikolaevna. 2 árum eftir það fættist Grand Duchess Tatiana Nikolaevna. Þriðja dóttirinn kom svo 1899 og það var Grand Duchess Maria Nikolaevna og síðust dætrana svo Grand Duchess Anastasia Nikolaevna. Og flest myndi kannski segja hún væri svona þekktust. Anastasia? Já. 100%. En hún fættist árið 1901. Já. Að lokum kemur svo bróðurinn árið 1904, hann Alexei Nikolaevich. Í febrúar árið 1917 braust út bylting í Rússlandi sem kölluð febrúarbyltingin og upphafið af rússnesku borgarastyrjöldinni sem við munum fara í seinna. Ég ætla ekki að fara í. Já, það er svo mikið. Hermenn Nikolásar snérust gegn honum og voru með mótmælendum í leiði sem var til þess að í mjög svo stuttu máli að Nikolás sá ekki annað í stöðunni en að segja af sér. Romanov fjölskyldan í heilsinni ásamt einhverju þjónustufólki svo sett í stofufangelsi í Alexanderhöll sem 50 km frá Sankt Petersburg. En vegna grunns flótta til Englands þau svo flutt burt í ágúst sama ár til Tobolsk í Síberíu, þar sem þú voru í stofufangelsi þar. Smá svona side note. Á þessum tíma var konungur Englands, Georg V, sem afi Elisabethar, mjög náskyldur Nikolási og konans, Alexandru. Þau voru first cousins. Já. Og Alexandra var barnabarn Viktoríu, Englandsdrottningar, sem mamma Georgs V. Já, þetta mjög náskyld. Já, og mjög tengt bresku konungsfjölskyldunni. En þetta mögnuð saga og eitthvað sem væri skemmtilegt að fara út í einhvern tímann. En þegar Nikolás og George voru yngri þá þóttu þeir svo líkir að þeir voru stundum að þykjast vera hvort annar. Þetta ógeðslega fyndið að sjá myndir að þeim saman. Þeir eru svo líkir. Og þær voru frekar líka þú veist, Anna fannst mér. Mary og Queen Mary og Alexandra. Voru ekki báða ljósar og veist, og grannar og svona svona grannar og svona mjóleitar já. En aftur á málinu. Eftir að bolsjevikar tóku yfir völd í Rússlandi í október 1917 að það verður önnur bylting þannig. Já, náttúrulega en allavega þetta með Lenin allavega. Já, þá var vistun þeirra aðeins strangari og breytist það sérstaklega þann 1. mars árið 1918 en þá mistu þau 10 þjóna og máttu ekki lengur fá smjör og kaffi. Okay. Það voru mjög margar svona skrýtnar reglur. Já, þetta eitthvað svo nákvæmt. Já. Að lokum þau svo send mánuði seinna til Jektarínborg sem í Rússlandi nálægt Úralfjöllunum. Já, þetta svona fyrir miðju Rússlandi cirka bát. Já, en þar þau sett í hús sem kallað Ipatjev. Ipatjev. En var kallað húsi með sérstakan tilgang á ensku House of Special Purpose. Já, ok. Þau þó ekki send öll í einu. Nikolás, Alexandra og Maria dóttir þeirra voru í fyrra holunu. Alexei, Olga, Tatiana og Anastasia voru svo í seinna holunu sem var í maí. En ástæðan fyrir því að þessu var skipt upp svo að Alexei, strákurinn, var of lasinn til þess að ferðast. Já. En hann var nefnilega með dreyrasýki. Einmitt. Og dreyrasýki í fljótu bragði. Bragði? Já. Að það vantar einhvern svona storknanda í blóðið. Já, vantar, hvað heitir þetta, T-frumur eða eitthvað. Þannig að það mjög hættulegt að þú færð sár eða verður veikur eða slíkt að því að blóðið storknar eiginlega bara ekki. Nei.
Og þetta og er mjög vinsalt meðal konungsfjölskylda. út af því að Viktoría var með genið. Er það máli? Já, Viktoría, þetta er sem sagt alltaf í kvenlegg og sem sagt Viktoría var með genið út af því að þetta er, ef ég man það rétt, bara getur verið hjá köllum dreira sig ekki, það með minnir. Ég veit ekki, en skulum ekki vera að segja eitthvað algjört bull. Það er mjög langt síðan ég fór Já, yfir þetta, já, en þannig það er allan þetta er bara smitanlegt í kvenleg, víst. Ok. En já, ef það er einhverjir erfðafræðingar þá með endilega kommenta og sé okkur til. En í grunninn þá er hann bara talin of veikburða Já, til þess að ferðast og hann hafði verið rosa veikur í gegnum ævina. já, náttúrulega, Þannig kemur Rasputin Akkurat. við og við fórum smá inn í það þá. Dvölin í Ipatjev húsinu var mun strangari heldur en á hinum stöðunum. Þarna fundu þau almennilega fyrir því að vera fangar. já, Til dæmis þá máttu þau ekki tala neitt annað tungumál heldur en rússnesku. En eins og þeim kannski muna þá var Alexandra þýsk og Nikolás með tengslu konungsfjölskylduna á Bretlandi, í Bretlandi. Þannig að þau hafa örugglega verið svolítið flæðandi hvað var það tungumál. já, mega sens. Þetta hefur þá verið gert svo að þau myndi ekki geta plana neitt án þess að verðinni myndi skilja þau. Já, já, Þess vegna var þeim bannað að tala neitt annað tungumál heldur en rússnesku. mega sens. Einnig voru öll þægindi tekin af þeim. En þau máttu ekki fá aðgengi að farangri sínum. Mögulega gátu þau beðið eitthvað sérstakt og fengið það ef þau máttu ekki ganga sjálfbeint að því. Já, ok. Og eins voru tækilíkt og myndavélar teknar af þeim. En þau voru oft með myndavélar og voru að taka myndir og þá sérstaklega Alexei var svona nefnt. Já, þannig að hann hefði svona áhuga á ljósmyndinu og svona. Já, en þarna máttu þau það ekki. Já, Í Ipatjev húsinu máttu þau hafa þjónustufólk en aðeins þau nauðsynlegu. Og þjónarnir þurftu að ávarpa þau með nafni, alls ekki titli. já, hann að kommunismin alltaf. Já, náttúrulega svipað eins og var í byltingunni, Akkurat, frönsku sér sagt. já, Það myndi alls ekki nefna þeim með titli og heldur var ekki leyfilegt að nota fjölskyldu nafni Romanov. já. Þau voru bara Nikolás, Já. Alexandra, bleið. Ef það átti að ávarpa þau með fullu nafni, þá var aðeins í boði að nota föðunafni sem eftirnafn. Svipað eins og við erum með hér á landi. Ok, Lítill garður var við húsið, en utanum svæði var 4 metra há girðing. En hún var gerð samt það þétt að það átti ekki að sjá neitt í gegn. Nei. Hins vegar sá stundum í lappir þegar eitthvað notaði róluna. Þú veist, þá er ég að tala um nágrannar að því að þau voru samt bara eiginlega inn í bæ. já, eða veist, í eftirinni borg er frekar stór borg, sko. Já, þannig að þetta er ekki eins og þau voru á okkur sveita setri. En út af því að það sá stundum í lappir þegar eitthvað notaði róluna, að þá var sett upp alvegskirðing nema herri, svo ómögulegt væri að sjá inn. Já, Þannig að voru komin 2 varnarveggir. já, Til þess að passa að dvölin væri pottit óþægileg, að þá voru allir gluggar lokaðir og læstir. Við erum að tala um sealed shut. já, Og í byrjun voru dagblöð sett fyrir svo ekki var hægt að sjást út. Svo ekki var hægt að sjá út. En að lokum voru þau svo bara málaðir. já, menar. Af því það var hægt að rífa dagblöðin. Þau eru þarna yfir sumar. Þau eru þannig öll komin í maí. Svo það er orðið frekar heitt. Og eina loftræstingin sem þau höfðu inn í húsinu var það sem kallað var Fortocka, Fortocka, Fortocka. sem er tegundaglugga sem hannaður er fyrir loftflæði. En hann er mjög lítill og opnast aðeins nokkra sentimetra, kannski 10. Já, svona eins og vindauga eða eitthvað. Nei, þetta er í rauninni bara eins og sér glugga og svo er kannski bara glugginn efst í hægra horninu. Það er þetta að opna hann. Þetta er svo í gömlum húsum. Já. Það sem glugginn er svona skiptur Já, og það er ekki bara hægt að opna einn. já, Restin er bara gluggi. já. Er það? Ég vona að þið hlustundur séu líka að skilja.
Þau voru sem sagt með einn glugga sem þau gátu opnað, Þú meinar. sem var pínulítill og hann var inni hjá Alexandru. Já. Það var eini glugginn, það var eina loftflæði. Þannig að þau voru ekki með annan til þess að mynda dragsúg Nei. eða eitthvað. Nei. Gátu ekki gert gegnutrekk. Já, þetta er by the way, ákveðin svona umræði sem við höfum haft. Já. En þegar glugginn var í notkun var stranglega bannað að kíkja út um hann og voru verðir að fylgjast með gluggunum. Til þess að passa að enginn var í kíkja út, af því að þau máttu það bara alls ekki. Stuttu eftir að þau fluttu í þetta hús var til dæmis skotið að Anastasíu, hitt hann ekki, fyrir að kíkja út. Já. Já. Í loki júní fengu þau það í gegn að 2 gluggar eru það opnaðir. Ég get ekki ímyndað mér að það hafi verið líft þarna. Nei. En það var með því skilyrði að stranglega bannað væri að kíkja út um hann og auki eftirlit var sett á þessu 2 glugga. Ég veit ekki hvað þau átt að gera samt, skilur við, og því að kíkja út um eitt glugga. Já, það er bara, það, Já. já. Þetta voru ekki einu reglunar í húsinu, en verðirnir höfðu fullan aðgang að herbyggjum fjölskyldunar, hvenar sem er, og ef einhver úr fjölskyldunum vildi fara fram, til dæmis fara á klósettið, fara út í garð, sem var þó reyndar aðeins leyfilegt 2 á dag í max 30 mínútur hvort skipti, að þá þurftu að hringja bjöllu og fá leyfi. Þau máttu ekki yfirgefa sín herbyggi. Vatn var skammtað og maturinn mjög einfaldur og takmarkaður. Þau fengu mjög reglulega að heyra það að þau hefðu ekki leyfi til þess að lifa sem tsars. Nei, einmitt. Nunnur á svæðinu reyndu allan júní að gefa fjölskyldunni mat en verðirni tók hann bara allan fyrir sig. Að lokum máttu þau ekki fá heimsóknir og þau máttu hvorki senda nýja taka á móti brefum, svo sem og að dagblaðið var ekki leyft. Nei. Þannig að bara verið að reyna einangra þau eins mikið og hægt var. Þann 13. júlí var fjölskyldunni sagt að 2 þjónar þeirra sem hefðu verið með fjölskyldunni til margra ára hefðu verið send í burtu þegar fjölskyldan var flutt yfir í Ibatiev húsið og þar að leiðandi bjargað. Já. En þau hefðu í raun verið myrta bolsjevikum þann 7. júlí og höfðu þá fram að því verið í varðhaldi. Já, hann gaman. 2 dögum seinna, það 15. júlí, voru 4 þernur fengnar til þess að koma í Ibatiev húsið til þess að þrífa gólfið. En það í síðasta skipti þar sem einhver utan varðana sá fjölskylduna á lífi. Já, ok. Hvað, 15. júlí? Já. Já. Í heildina voru 300 verðir að vinna í Ibatiev húsinu á þessum tíma. 300? Já. Vá. Bæði innan og utan. Þetta rosalegu fjöldi. Já. Fylgst var með öllu sem fjölskyldan gerði og húsi var vel vaktað bæði innan og undan. Landaregnin var til dæmis vöktu 2 á klukkutíma allan sólarhringinn. Já. 4 hríðskotabissur voru staðsettar í og við húsið og voru alltaf mannaðar. Þannig að það var alltaf einhver á verði. Passað var einmitt upp á það að dvölin væri ekstra óþægileg fyrir þau, en verðinir sváfu í húsinu. Já. Þegar þau voru ekki á vakt. Og þau máttu koma með konur til þess að skemmta og einnig máttu þau drekka og halda partí. Ok, það er svona ræðilegt að þetta hljómar, en ég er svona pínu glaður að þær hafa ekki verið skemmturinn, þú veist, Rómanov konar. Já. Ég er svona, Já, ég skil hvað við. já, þú veist, og þegar ég var einmitt búin að vera að hugsa þetta og svona, Já. þú veist, þetta er, já, því miður eitthvað sem gerist oft. Já. Þannig að já, ekki að segja að það Nei, hafi nei, ekki nei. gerst, en ég er bara að segja að það er kannski minna af því ef að þetta var. Já, nei, það er allavega, ég fann allavega ekkert það. Nei, og eflaust myndi ekkert verið að skrifa það, skilur, eða eitthvað tekið niður. Nei, Ekki en halda. ég ætla aðeins, ég held aðeins áfram. Við skulum taka þetta upp á eftir. Ok. Píanó var sett við herbyggi fjölskyldunar og voru verðirnir þar að djamma og syngja byltingalög á hástöfum. Og það sem verðirnir notuðu saman klósett og fjölskyldan
var það allt útkrotað af alls konar myndum og alls ekki fallegum textum. Nei, gaman. Passa var mynd upp á það að þeir verðir sem unnu í og við húsið voru sannir bolsjevikar og hægt var að treysta á að þeir myndu gera hvað sem þeir væru beðnir Meðal annars var þeim sagt að mögulega þyrfti að myrða Nikulás, en það mátti alls ekki nefna það og þeir þurftu að vera reiðubúnir til þess á hvaða tímapunkti sem Já. Og já, það var aðeins nefnt Nikulás. Já, ekki, nei. Þann 29. júní ákvað The Ural Regional Soviet áfundi sem var haldinn sama dag að myrða ættir Róman og fjölskylduna í heild sinni. Annar fundur var haldinn 3. júlí þar sem krafist var þess að Nikulás yrði myrtur. Það var aftur samþykkt og ákveðið var að búa til svona litla deild þar sem hátt settir meðlimir innan The Ural Regional Soviet en þú veist væru meðlimir en þeir væru þó samt að vinna fyrir Filip og Guð hjálpi mér Golorskiokin Má ég sjá Golorskiokin allavega sem að talsmaður fyrir Sovjet bara spokesman for the Soviet Já, ég myndi halda að Sovjet sé bara svona Ríkið. kommuna ríki eða eitthvað svona og Alexander Beloborodov þeir voru sem sagt yfirmenninir af svona Sovjetinu fyrir þessari hérna fyrir þessari deild þessari svona deild Já. þessum hópi en hann Alexander Beloborodov já var formaður The Ural Regional Soviet Já. þannig að þetta voru meðlimir þessarar Ural Regional Soviet og þeir voru yfir og þessi tveir menn voru yfir Já. en þessi hópur átt að plana morðin á fjölskyldinni Ok Sko, miðað við hvað ég hef heyrt þá hljómaði þetta ekki eins og þetta hafi verið eitthvað sérstaklega planað en leið mér að halda áfram en þau áttu allavega að plana öll helstu atriðin þá nákvæma dagsetningu og aðferð Ok Hvaða lög eru spiluð Þarna virðist þó sem að mesta áherslan sé að myrða Nikulás þar sem mun meiri leynd var yfir plönunum fyrir fjölskylduna en það að Nikulás myndi deyja virtist hafa verið mun opnara umræðefni Já. Einhverjar heimildir nefna að ástæðan fyrir aukinni leynd yfir tilvonandi morðum á fjölskyldunni í heild sinni hafi verið að ótta pólitískar afleiðingar ef þessi plön myndu fréttast líkt og ég nefndi þá er fjölskyldan með mjög sterk þýsk og bresk tengsl og líka einmitt það að drepa hvað Alexi var kannski bara 10 ára eða eitthvað, hann var ekkert gamall sko hann er fættur, hann er 14 já nei, hann er ekki fættur 1904 jú, hann er 14 já, veist já, annars lítur ekki vel út fyrir nei, restir af heiminum þannig að, veist 4 stelpur og 1 strák þú veist það að einangri sér frá restir af heiminum hefur aldrei verið gott og þeir vita það alveg ekki bolsjöganir eins og það sem við erum að sjá í Rússland í dag þú veist, þetta er aldrei gott þannig að þeir að vera reynt að halda ímyndinni ágætri Þann 12. júlí var skilaboðum morðin komið til Jektarínaborg en þá hafði verið komið þú veist, þau búið að segja frá öllum þeim umræðum sem deildin hafi planað búið að vara að láta allar upplýsingar til Moskvu Já. En einnig var látið fylgja að banna var að ræða eitthvað tengt morðunum við Lenin en ég held samt að það, veist, ég sá það bara einu sinni og þá kom síðan ekkert meir það og Nei, veist það var eitthvað Já meira veit ég ekki Nei. Já, hvað ég mynd frekar að reyna að halda mig við svona aðal atriðin í þessari frásögn Svo verið sem farið var strax að skipuleggja hvernig morðin átt að fara fram og hvað yrði gert við líkin það var meira að segja svona disposal squad Já, ok en markmið númer 1, 2 og 3 var að passa að engin sönnunargögn myndu finnast
og mikil pressa var á það að líkamsleifar myndu aldrei finnast. Já, einmitt, var þetta ekki bara svipa og var í frönsku byltingunum með? Nei, þetta var miklu meira. Já, miklu meira, Já. Ég skil, ok, engaman. Þar sem morðin þyrfti að vera framin í litlu rými, þar sem ómögulegt væri fyrir þau að flýja, var ákveðið að kjallarinn í Ibatef-húsinu væri hentugastur. Sérstaklega þar sem búið að vera að loka fyrir eigin gluggan í rýminu og því ólíklegt að skothljóð og öskur og slíkt myndu berast út. En fleiri möguleikar voru skoðaðir. Líkt og að myrða þau í svefni, skjóta þau út í skóginum og henda líkanum svo í vatn með þyngingu svo að myndu sökkva. Ákveðið var þó að það var ekki nógu efficient. Já. Því í heildina voru þetta 11 mann sem áttu að myrða á sama tíma. 11 manns? Já. Þetta eru 5 börn. Já, þau 2. Þau 2 og þjónustufólk. Já, þjónustufólki líka. Já. Gaman. Þann 16. júlí var ákveðið að ekki var hægt að fresta þessu lengur. Skeyti, Dulkóð, var sent klukkan 18 til Lenín sem staðsettur var í Moskvu til þess að fá loka samþykki og grænt ljós. Þrátt fyrir að svar frá Moskvu hafi aldrei fundist og engin gögn eru til að slíkt svar hafi verið sent, segir Júrovski, sem var yfir Ibatef-húsinu að skipun frá CEC, Central Election Commission, að framkvæma áætlunina hafi borist til þeirra 19. Sem sagt að svar með grænu ljósi hafi komið tilbaka til Ibatef-húsins 19. 7 kvöld. Já. Klukkutíma eftir að skeytið var sent. Já. En það hefur aldrei verið staðfest. En hann segir það, Já. En Júrovski fyrir beint í málið. 20 sendir hann bílstjóran sinn að sækja bíl sem myndi ferja líkin á þann stað sem þau eru grafin. Þetta var svona Fiat trukkur. Og einni átti hann að sækja rúllu af efni til þess að vefja þeim inn í. Planið var að hafa bílinn nálægt kjallaranum og hafa hann í gangi til þess að fela byssuhljóðun enn frekar. Júrovski gaf síðan hverjum verði ákveðið fórnalamb og gaf þeim byssu til þess að nota. Og þessu er alveg lýst. Það er svona, eitt kemur upp. Hér er byssa, þú ert með Nikolás. Jaha. Hér er byssa, þú ert með Alexei. Þú veist, þetta var svona þannig. Jesus. Hann skipaði svo mönnum sínum að miða á hjartað. Til þess að hafa þetta skilvirt og minnka líkur á soðaskap. Ok. Í grunninn get it over quickly. Já. Enda geti ímyndað mér að ákveðið stress hafi fylgt. 2 varðanna nefndu að þeir gætu ekki myrt konur og var þeim bannað að vera með í aftökunni með þau skilaboð að þeir hefðu brugðið skildum sínum á afar mikilvægum tímapunkti. Einmitt. Þeir voru það ekki sannir bolsjevikar. Nei, Seyðisfirði vafst fyrir þeim. En ræðilegt. Það var því allavega 1 varðanna með það verkefni að drepa 2 manneskjur í kjölfarið af þessum. Aðfaranótt 17. júlí á 1918. Dagurinn örlagaríki, eða nóttin örlagaríka. Þetta er, já, þau fara að sofa 16. og þetta er hann að komið eftir miðnætti. Fjölskyldan sem er sofandi er vakin upp af lækninu sínum með þær fréttir að veri sig að færa þau og þau þurfa að klæða sig í flýti og koma strax. Ástæðan fyrir flutningunum það átt að færa þau á öruggari stað vegna tilvonandi kaos sem var að myndast í Jektarínaborg. Af því það voru herlið að nálgast. Þannig að það var gert ráð fyrir miklum átökum í Jektarínaborg. Já. Og mér minnir að innan við viku seinna hafi verið einhver átök þarna og einmitt stress var að það væri verið að koma og bjarga þeim. Já. Það er svo að her hliðhollu krúnunni sem var að berast. Já. Þau voru að nálgast þannig að það var en svo líka samt einhverja heimildir með að það hafi bara verið bull og það hafi verið einhver fölsu bréf og eins og það var einhver fölsu bréf sem að Nikolás átti að skrifa þetta var svona það var allt mjög loðið og ekkert staðfest þess vegna vildi ég ekki fara neitt eitthvað onni í það. Nei, við þurfum að taka þessa byltingu. Ég veit það, sko. En svo var líka eitthvað sem að Nikolás hefði aldrei skrifað þessi
bréf heldur og höfðu þau bara verið fölsuð þannig að bolsévikinu væru með ástæðu til þess að virða þau og eitthvað svona Já. það var allt í ykkur lausu lofti og ég gat vallar skilið þessa texta sko. Beint í framhaldinu kom skrítin beiðni. Þeim var sagt að koma sér niður í kjallarann til þess að vera flutt en áður en það myndi gerast voru þau beðin að stilla sér upp því það átti að taka mynd af þeim sem nota ætti sem sönnun að fjölskyldan hefði ekki flúið. Já. Og að það væri verið að fara að flytja þau í heild sinni. Já. Ég er að muna eftir þessu. Já. Þau eru þá öll komin niður í kjallarann, fjölskyldan, á samt lækni og 3 aðstórmanneskjum þjónum. Því mér finnst alveg erfitt að þýða servant á íslensku. Þetta eru bara þjónur og þernur. Já, en þetta er líka samt svona aðstórmanneskjum, þetta er svona ladies maid og eitthvað. Það er ekki... Við höfum ekki orðin. Nei, ég veit það. Þetta er ekki til. En það er alltaf á ensku talað servants. Já. Alexandra næra byggði stól þar sem hún var fyrir eitthvað slöpp í rauninu bara veik og Nikulás byður stól fyrir Alexei að því hann var líka slappur. Akkurat. Og einhverju varðan að horfa hvern annan og hlæja og segja já ok, eitthvað erfingi krúnar vill bara deyja sitjandi. Já, væntalega fer panik í alla býst ég við. Nei, það heyrist ekki. Heyrist það ekki? Nei. Ok, það segja. En ég ætla að setja smá trigger warning hérna. Þessi hluti er ekki fyrir viðkoma og ég vissi ekki alveg hvernig ég átt að orða þetta en þá er þetta sérstaklega fyrir þau sem geta ekki hlusta á ofbeldi gegn börnum. Já. Þannig að það er komið trigger warning. Nokkrum andartökum eftir að Alexandra og Nikulás biðja þannig stóla ræðist stormsveit. Allavega fullt af velvopnum mönnum inn í kjallarann og Júrófski les upphátt. Nikolaj Aleksandrovits mun alltaf konunglega ættanafni var tekið af þeim. Í ljósi þess að ættingja þínir eru enn að ráðast á Sovjet-Rússlands þá hefur The Ural Executive Committee ákveðið að taka þig af lífi. Nikulás í sjokki lítur á fjölskyldun sína og segir ha 2 sinnum. Júrófski endurtekur aftökuskipunina og aftökusveitin lyftir upp vopnum og beinir þeim að Nikulási, fjölskyldu hans og þjónustufólki. Júrófski beinir byssunni beint að Nikulási og skýtur ítrekka að honum. Hann dettur niður, dáinn, með að minnstu kosti 3 byssuskot á bringunni. Maður að nafni Peter Ermakov dreipur Alexandru með 1 skoti í höfuðið en einnig nær hann að særa Tatjörnu þegar hann skýtur hann í lærið þegar hún reynir að flýja. Á sama tíma var restina af aftökusveitinni að skjóta á allt og alla líkt og fengu borga fyrir það. Já. Þeir héldu áfram að skjóta eins og vitleysingar langar með að segja þar til kjallarinn var orðinn svartur af reyk og enginn sá neitt. Ákveðið var þá að taka smá pásu og opna hurðina til að lofta eins út. En það bara sá engin neitt. Nei. Og þeir heyrðu heldur ekki neitt. Þá menninir, þá var bara mikið að hvellum. Já. Að það bara heyrðu ekki nema bara suð. Já. Einnig gerðu ráð fyrir að allir voru dánir. Enda hafði ótrúlega miklu magna á skotum verið hleypt af. Þegar reykurinn fór að tæmast og menn fengu heyrnin aftur. Já, því eins og ég nefndi. Þá sáu þeir að Nikulás og Alexandra voru vissulega dáin ásamt hluta af þjónustufólkinu, en þá voru einhverjir á lífi. Meðal annars öll börnin 5. Og já, hljóðin frá aftökunni heyrðist vel út á götu og lengra, þrátt fyrir að trukkurinn hafi verið settur í gang. Já, skiljanlega. Hvað eru 10 byssur allavega, sko? Já, þeir voru þarna orðnir hræddir að einhverjum færi að gruna og náttúrulega núna eru búin að lofta út og opna á svona. Þá vildi Júrófski reyna að takmarka byssuskotin og klára verkið með öðrum aðferðum. Það var því ákveðið að nota skildi helst bajonett eða byssusting á íslensku, hnífa eða handfangið á byssunum til þess að klára þau sem voru enn lifandi.
Sú aðferð virtist þó ekki ganga. Þá helst það sem börnin og mögulega Alexandra mamma þeirra, en ég er ekki 100%, höfðu saumað ýmsa skartgripi í undirfötin sín sem virkaði á vissan hátt eins og skothelt vesti. Og eins og kannski mannst að þá skipaði Jurofski að beina á hjartað. Já, einmitt. Talið er að þau hafi hvert og eitt þeirra verið með 1,3 kíló af demantum innan á sér. Wow, ok. Ákveðið var því að nota byssunar aftur, en miða þeim á hausinn í þetta skipti í staðan fyrir bringu. Alexei var fyrstu barnana til þess að deyja, en einn mannanna kláraði heilt skotilki á strákinn og reynt hafi einni verið að stinga hann, en hann lifði enn. En þá tók Jurofski við, hneykslaður á hegðun mannsins, ótrúlegt en satt. Hann var hneykslaður á þeim sem var að og skaut Alexei í höfuðið. Já. Olga lést einnig eftir byssuskoti í höfuðið. María og Anastasia höfðu verið stungna með byssusting og voru saman að reyna að skýla sér í einu horninu með púðum og hvor annari þegar þær voru báðar skotnar í höfuðið. Tatjana, svo eina af börnunum sem særðist í fyrstu árásinni, lést eftir að hafa verið skotin aftar í hnakkan einu sinni. Anna Demodova, sem þjónustukona Alexandru, lifði skotárásina af en var svo stungin til bana. Hún hafi púða sem hún var að reyna að nota til þess að skýla sér, en í púðunum fann svo mikið magna demantum og skartgripum. Þeir voru að setja í púða líka. Ég skil. Þegar verið var að koma líkunum út úr kjallaranum, heyrði einn mannanna hljóð koma frá einu þeirra. Anastasia var enn á lífi. Grét og reyndi að fela höfuð á sér með hendinni, svo reyndi að grúfa. Maðurinn nafni Ermakov byrjaði á að stinga hann með byssusting, en þegar það gekk ekki, þá skaut hann í höfuðið. Hún lést þá loksins á versta hátt mögulegan. Seinust til að deyja. Já. Eftir að hafa séð allt þetta. Já. Jesus. Ermakov mögulega á einhverju adrenalín russi, en það er líka nokkra heimildur um að hann hafi verið blindfullur. Fór það að labba kjallarann og stakk í leiðinu öll líki með byssusting til þess að kanna að enginn væri lifandi. Á sama tíma var Jurofski að labba milli allra til þess að kanna púls, sem væri kannski eðlilegri leiðin til þess að tjekka. Já. Frá fyrsta skoti og þar til að þau voru öll dáin liðu 20 mínútur. Þetta hefur verið hryllingur og örugglega liðið eins og heila eilífð. Myndir af herbygginu sína, einmitt og sanna að eitthvað hræðilegt hafi átt sér stað. Í heildina er talið, eða vitað, að allavega 70 byssukúlum hafi verið skotið. En mögulega voru þær fleiri. Og þetta er náttúrulega gamlar byssur. Þannig að það þurfti að taka tíma og hlaða. Og það var líka að tala um að einhver dýrana þeirra hefur verið drepin. En það er allavega hundurinn hans Alexei lifði og honum var svo bjargað. Æ. Og hann lifði hjá einhverju frændfólki þeirra til æviloka. Æ. En ég vildi ekki fara nánar út í það því að hjarta mitt myndi ekki handla það. Þá er komið að næsta verkefni. Losa sig við líkin. Byrja var á því að taka af þeim allt skart. Allan allt sem sást. Einhverjir mannanna sem voru að ferja líkin reyndu að ræna skartinu, demantum og í raun öllu dýrmætu af þeim. En Jurofski sá þá og lét á afhenda allt gossið til sín. Hann hótaði svo að ef hann sæist lík tilþrif aftur, þá yrði sá seki skotin á staðnum bara án þess að hika. Já. Mér finnst þetta nefnilega fyndið, er svona ekki fyndið, af því það er eins og Jurofski hafi á vissan hátt verið andum þau. Já, á svona brenglaðan hátt. Nei, þú veist, að því að eins og þetta, þú veist, það er verið að reyna að ræna af þeim, það er verið að, þú veist, hvað ég segja, komið slæmar aðferði til þess að drepa þau og hann verður pirraður. Já, ég held samt bara... Nei, ég veistu samt hvað ég á við. Ég skil hvað þetta við, ég held samt að hann hafi verið bara meira að sjá til þess að verkinu yrði lokið á sem skilverkastan hátt og að það að stela af krúnunni sé óbolsivist. Já. Þannig allan tólka ég. Já, en svona
allavega. Líkanum var svo komið fyrir á trukknum sem var í gangi fyrir utan, sem keyrði með þau 14 kilometra að Koptjaki skóginum. Þegar komið var á staðinn fattaðist að þeir voru aðeins með eina skóplu. Eina skóplu? Já. Oh my god. 800 metrum frá voru 25 manns að bíða, en þeir voru vinir Ermakov. Nú. En já, það var hann Ermakov sem átti að koma með skóplur, hann mætti bara með eina. Og þarna á þessu tímabúti talað að hann var alveg blindfullur. Já. En þessi 25 manns voru vinir hans. Þeir byggðu hann á hestum með kerrur. En upp kom drama þar sem menninir héldu að þeir yrðu með í að myrða fjölskylduna. Og voru því mjög ósáttir þegar þeir komust að því að svo yrði ekki. Já, þeir vildu heiðurinn. Já. Já. Og þeir voru líka allir freka fullir. Já, skiljanlega. Nei, fullir. Ég veit, skiljanlega. Já. Bara... Nei, þú veist, þessi menn voru ekki með í kjallaranum. Nei, ég veit, en samt bara, okay, þú veist, þeir voru gýra sig upp í að fucking drepa eitthvað, sko. Ég skil alveg að þeir séu fullir, sko. Jurovski fór þá að reyna að róa alla niður og náði að fá þá til að setja nokkur lík á kerruna hjá sér. Að því það þurfti að flytja líkin lengra. Já. Og mér minnir, ég hef ekki skrifað það, að ástæðan með að þau stoppuðu þarna var að því að bílinn festist. Ok. Þannig að nokkur líkana eru komin á kerrunar hjá þessum vinum Ermakov. En sumi þeirra fóru að reyna að leita að dementum og öðru til að stela af konunum og 2 mannana lyftu pilsunni eða kjólunum hennar Alexandru upp og fóru að káfa á kynfærum hennar. En gaman. Jurovski sá þetta og sagði þeim sem voru að gera þetta að drulla sér í burtu. Var með byssu upp að þeim, bara ég mun skjóta ykkur. Ferðinni var svo haldið áfram að Gorno-Juralsk lestateinunum. Þetta er allt samt á þessu skógarsvæði. Já. Þar sem öll líkin voru sett á kerrur, þar sem þarna bara komst trukkurinn ekki lengra. Þaðan var farin með líkin þar sem átt að grafa þau. En svo ég skil þetta, þá var svæðið yfirgefin og eða ónotu náma. Ok. En samt var þetta opið svæði, eða aukt svæði innan í skógi sem kallað clearing á ensku. Já. Og þetta svæði kallað Four Brothers. En ástæðan okkur ég ekki svona viss með námuna vegna þess disused mine. Já, bara hætta notana. En þetta var sér satt svona það sem átt að grafa þau. Og þegar komið var úr þessum, þegar þau voru komin á þennan stað, þá var sólin komin upp. Já, tók það langa tíma að komast hana. Já. Á þessum tímapunkti sendir Jurovski restina vinum Ermakov heim, þar sem hann treysti þeim ekki fyrir næstu skref. Nei. Og já, skiljanlega. Og verðinir sem voru þarna með voru búin að pakka sér nesti og voru það allt matur sem að nunnunar höfðu komið með fyrir fjölskylduna deginum áður. Auðvitað. Líkin voru dregin að kerranum og lögð á grassið. Þau voru svo afklædd og restina demantunum og skarti sem saumuð höfðu verið í fötin þeirra voru tekin. Þegar öll líkin höfðu verið afklædd og yfirfarin, var þeim hent ofan í námugöng og brennisteinsýru á ensku sulfuric acid hellt yfir þau til þess að gera þau óþekkjanleg og ómögulegt yrði að bera kennsl á þau ef þau myndi finnast. Enda var það aðal markmiðið. Akkurat. Í upphafi var planið að grafa þau hann í námugöngunum, en upp kom vandamál. Hólan, eða pit, var aðeins 3 metrar að dýpt. Ekki mikil náma ef þetta er bara 3 metrar. Nei, þetta er samt svona mineshaft. Já, einmitt. Já. En 3 metrar er ekki mikið fyrir námu. Þetta verður 100 metrar. Ég veit það. Og leðjan og annað svona ógeð sem var hann onni var ekki nóg til að hylja öll líkin. Nei, það gæti að vera, þú veist, mjög langt síðan að þessi náma var notu. Reynt var þá að eyðileggja námugöngin með því að sprengja þau með handsprengjum. Já. Og fela svo svæði með greinum og mold. En Jurovski var ekki alveg nóg ánæður. Þarna var ákveðið að setja smá pásu á málið.
Jurovski skipaði 3 mönnum til að standa vörðum svæðið á meðan hann og restin myndi fara aftur til Jektarínborg. Ástæðan fyrir því voru 2. Aðalega til þess að fara með restin af demantunum sem fundust höfðu á líkanum, en það voru rúm 8 kíló, og einnig fundaði hann með Beloborodov og Goloskjókin. Ákvæðið var að þessi grafreitur væri ekki nógu djúpur og finna þyrfti annan stað. Og 4 nótt fóru Jurovski og Goloskjókin ásamt öðrum mönnum að staðnum þar sem líkin voru og fóru að draga þau upp með reipi, 1 í einu. Lögðu þau svo á dúk. Það átti svo að flytja þau yfir á nýja grafreitin sem var önnur náma sem var dýpri og mjög mikið af mýri var á svæðinu. En vandamáli var og hún var svolítið langt í burtu og í hina áttina. Já, mega gaman. Þannig að þau þurftu að fara allt tilbaka. Já. Á þessum tímapunkti var mikið stress varðandi tíma. Jurovski var mjög stressaður að hafa ekki nægan tíma til að flytja líkin yfir í hina námuna og líka bara að einhver myndi spotta þau. Já, ég veist, af hverju náma? Það það sem ég skil ekki. Býtu. Svo, meðan verið var að flytja líkin, skipaði hann mönnum sínum að reyna að grafa grafir hér og þar, en það gekk brösulega þar sem jörðin var of hörð. Hörð, já, ok. Það var bara ekki hægt að grafa. Ég skil. Þessina var ákveð að nota eitthvað sem var nú þegar til. Já. Snemma morgunin 19. júli þegar verið var að ferja líkin, já þetta tók það mikinn tíma, festist trukkurinn í mold nálægt Poroskenov log. Allir voru uppgefnir á þessum tíma. Þetta var í annars sinn sem trukkurinn festist og menninir höfðu bara ekki orku í meira. Ákveð var þá að grafa líkin þarna. Já. Bara á staðnum. Gröfin var 1,8 sinnum 2,4 metrar á breidd, en aðeins 60 cm djúp. Þetta eru 11 líka. Öll líkin nema 2 voru sett ofan í gröfina og brennisteinssýru hellt yfir þau. Einnig voru þau barin með byssu enda. Alltaf talað rifflarass eða rifle butt. Já. Á ensku megar þetta sens, þetta bara mjög fyndið á íslensku. Já, ég veit að þessi nefnir nú það ég bara byssu enda. Já. Byssuskaft. Já, byssuskaft, handfangabyssu, hann nota ég áðan. Já. Og brent kalk, quicklime var sett yfir þau. Já. Til þess að gera þau bara óþekkjanleg. Já. Þegar búið var að loka gröfinni voru lestarteinar settir yfir til þess að fela öll ummerki og trukknum kyrt yfir teinana til þess að pressa þá ofan í jörðina. Voru settir lestarteinar? Já, það er mér sem mynda þessu. A railroad ties. Eða sko... What? Ok, já, ég skil. Nei, þetta er ekki járnlestarteinar, en þetta er svona... Já, þetta er á ensku railroad ties. Já, þetta er eitthvað svona stuðningstótt, held ég. Þetta er held ég ekki teinanni sjálfur heldur þetta viðurinn. Já, og bara settir hann til þess að fela... Til þess að fela ummerki og svo var trukknum keyrt yfir þannig að það lúkkaði ekki of nýtt. Nei, einmitt. Þá var stærsta verkefni búið og aðeins átt eftir að grafa líkin 2 sem eftir voru. Já, þannig að það voru bara 9 lík í þessum. Já. Ok. En samt bara 9. Já, einmitt, já. Lítil gröf var grafin 15 metrum frá aðalgröfinni. En planið var að villa fyrir ef önnur hvor þeirra myndi finnast. Það sem ruglandi er það að aðeins 9 lík eða aðeins 2 lík myndi finnast en ekki 11. Já. Sem er heildartalan. Fólk myndi ekki giska á að þetta voru þau. Nei. Í seinni gröfinni voru Alexei og ein systir hans. En það átti ekki að vera ein systir hans. Það átti að vera hana Anna sem var ladies maid fyrir, en samt voru einhver heimildir sem sögðu líka að það átti að vera hérna Alexandra að því að líkið af stelpunni, konunni, var það illa farið. Já, það bara vissi ekki. Nei, og planið var víst að í rauninni eyðileggja líkið á Alexandru eins mikið og hægt var. Já. Þannig að en þetta allavega í gröfinni endar Alexei og ein systir hans. Já. Þau voru brennd á báli
og bein þeirra brotin niður í frumeindir áður en þau voru grafin. Dulkóðaskeyti var sent til Lenin sem staðfesti morðin á fjölskyldunni en skeyti sagði Inform Sverdlov the whole family have shared the same fate as the head. Officially the family will die at the evacuation. Það eru skilabóðin. Síðan að fara í gegnum eigur fjölskyldunar. Það sem var mikilvægt var flokkað og geymt. Bréf og dagbækur voru sendar til Jakov Sverdlov sem var mjög háttur meðal bolsjevika og var mynd einn skipuleggjanda í októberbyltingunni en plani var að reyna að finna eitthvað sem væri pólitískt og senda það, birta það sem áróður og, já, restin sem þótti ekki mikilvæg var hent og eða brent og einnig náttúrulega fötin sem þau voru í þegar þau voru myrt, þau voru brent. Það sem þótti nógu mikilvægt til þess að geyma var sett í koffortin sem fjölskyldan átti og sent til Moskvu. Það 19. júlí var morðið á Nikolási, bara Nikolási, tilkynnt af Sverdlov á The Council of People's Commissars og sama dag voru eigur þeirra þjóðnýttar. En hér ætla ég að stoppa. Já. Og ég fer nánar út í fundin í þætti 2. Já. En hvenær svo sem hann kemur? Þau finnast já, alls ekki á sama tíma. Nei. En ég fer nánar út í það í þætti 2. Að því mér fannst þetta að vera bara að vera komið gott. Já. Þetta búið að vera svolítið þungt. Algjörlega. Þetta er rosalegt mál. Alltaf gali bara hvernig að fara með þig og já. En þú veist, maður skilur þú veist að fólki hafi verið pirrað en þetta var rosalangt. Þetta er oflangt gengið. Já. Þetta er bara því mér sorglega saga. Já. Á alla vegu. Það er bara þannig. Já. En já. Annars þá bara takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta. Sorry fyrir pásuna. Já. Og við ætlum að reyna að vera mjög reglulegri núna. Já. Þar sem við höfum meiri möguleika til þess. Já. Og það er nefnilega ekki það að viljinn hafi ekki verið til staðar. Nei, alls ekki sko. Það var bara einmitt. Já, vesen. Nú einmitt. Vesen meira mín megin. Já, en bara vesen. Já. En já, annars þá bara vonum við þig frábæran dag. Já. Eða góða nótt. Eitthvað. Hvernig sem við hlustaðu þetta. Hvernig sem við þér. Já. Og já, ég vil líka að því að við sáum hann á Spotify Wrapped þá er bara að þakka öllum kærlega sem er að hlusta. Já, takk fyrir. Við dýrkum ykkur. Við erum rosalega glöð að þið séu að hlusta. Já. Og bara á gaman að sjá að vorum í topp hjá alveg þó nokkrum. Já. Og líka bara sjá aukninguna frá því í fyrra. Það var geggjað. Einmitt. Þannig að já, við dýrkum ykkur og það var þetta næst. Já. Bye. Bye.